Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 18. desember, er 4. og síðasti sunnudagur í aðventu og þema dagsins er jólagleðin nálgast. Það er innan við vika til jóla. Í lexíunni Sálmi 100 er skrifað: Öll veröldin fagni fyrir drottni, komið fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Í pistlinum sem er úr 1. Jóhannesarbréfi er skrifað: Orð lífsins, og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa, sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá segir Jóhannes skýrari: Ég er ekki Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Hann á að vaxa en ég á að minnka. En við skulum byrja þessa stund samkvæmt venju á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. En heyrum heilagt Guðspjall sem er úr 3. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Eftir þetta fóru Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldi hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Æginon nálægt Salím, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannesi í fangelsi. Nú var deila hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann: Rabbi, sá sem var hjá þér handan Jórdanar og þú barst vitni hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhannes sagði við þá: Enginn getur tekið neitt nema Guð gefi honum það. Þið getið sjálfir vitnað að ég sagði: Ég er ekki Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Sá er brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann, gleðst mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Hann á að vaxa en ég á að minnka. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað í dag er jólagleðin nálgast. Síðasta sunnudag heyrðum við köllun Jóhannesar skýrara og í dag segir textin okkur að þrátt fyrir að Jóhannes hafi þegar skýrt Jesú og vitnað að Jesús væri sá sem beðið var eftir, að þá hafa hann haldið áfram að skýra og boða sinnaskipti, því köllun hans var ekki lokið. Hann hélt áfram að undirbúa fólkið fyrir hinn nýja boðskap. Textin segir að það hafi komið upp deila varðandi hreinsun, eða var það kannski afbrýðisemi hjá lærisveinum Jóhannesar. Jesús var með lærisveinum sínum í annarri á í Júdeu héraði og lærisveinar Jóhannesar kvarta yfir því að það fóru allir til hans. Deilan var hreinsun og það er tekið fram að það hefði verið mikið vatn í ánni þar sem Jóhannes var. Svo að hvað var málið? Var kannski lítið vatn þar sem Jesús var? Var skýrn Jóhannesar þá betri? Eða var verið að velta upp spurningunni hvort það skipti máli hver skýrði? Eins og ég nefndi síðasta sunnudag þá er skýrnin táknræn athöfn vilja skýrnaþegans að lúta vilja Guðs. Sjálf skýrnin hefur ekki áhrif á sáluhjálp einstaklingsins, hvorki vatnsmagnið eða hver skýrir. Heldur skiptir öllu máli að opna hjartað fyrir Jesú. Jóhannes sagði: Ég er ekki Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Hann á að vaxa en ég á að minnka. Og Jesús óx. Sífellt fleiri fylgdu honum og sögur Guðspjallanna segja okkur að mannfjöldinn hafi lagt á sig að vera matarlaus til að geta hlustað á hann tala. Það áttaði sig á að Jesús er orð Guðs.
Fagnaðarerindið er okkar himneska fæða og gjöfin sem hann gaf okkur er stærsta gjöf sem hefur verið gefin mannkyninu. Nú er 4. sunnudagur í aðventu og innan við vika til jóla. Spennan magnast. Og þó að við séum alltaf að segja okkur að jólin komi þó ekki sé allt orðið fullkomið, þá leggjum við ýmislegt á okkur til þess að gera hvað við getum. Börnin reyna að vera þæg og góð og fara snemma að sofa, því að það vill enginn að jólasveinninn labbi fram hjá glugganum þeirra. Og foreldrar vaka langt fram á nótt við að undirbúa. Börn og fullorðnir með ólíkar væntingar bíða með óþreyju eftir jólunum, fæðingarhátíð frelsarans. Hátíð sem hefur alltaf verið eins, þar að segja, við erum að fagna af sama tilefni, eins og upphafsorð pistilsins í dag segja til Tilefni vort er það sem var í upphafi. Já, jólin er okkar trúarhátíð en hvernig við fögnum, það hefur breyst á síðustu tímum. Því að jólin verða sífellt íburðameiri, áherslurnar eru komnar yfir á jólaböll, jólahlaðborð, jólatónleika og ný persóna, jólasveinninn, fær sífellt stærra hlutverk. Ég er búin að horfa á hverja jólamyndina og fætur annari, bæði fyrir síðustu jól og fyrir þessi. Allar myndirnar hafa svarið við því hvað þarf til þess að gera hátíðina fullkomna. Þó samvera fjölskyldunar, góðverk og umhyggja fyrir náunganum skipti miklu máli, þá eiga myndirnar það sameiginlegt að ekkert trúarlegt kemur við sögu. Jesús er ekki inn í myndinni. Börnin trúa á og biðja til jólasveinsins og ef það gerist kraftaverk, þá er það jólasveininum að þakka. Í undirbúningnum að stærstu hátíð kristinna manna verður mörgum æljósara að vitnisburður Jóhannesar skýrara að Jesús ætti að vaxa hefur snúist við. Því á heimsvísu hefur hlutverk jólasveinsins vaxið en hlutverk Jesú, frelsar okkar, hefur minnkað. Og ekki bara það, heldur er hægt og rólega að vera afmá allt kristilegt úr menningu okkar og talmáli. En ég vona heitt og innilega að við vöknum ekki upp við það einn daginn að nær allt kristilegt sé bannað og við hugsum hvernig gat þetta eiginlega gerst. En málið er að allar breytingar gerast svo hægt og að lokum koma þær aftan að okkur. Það er nokkuð síðan að kristinfræðin með biblíusögunum var tekin úr skólunum og nú má ekki lengur segja Guð hjálpi þér í sumum leikskólum þegar barn hnerrar. Við erum orðin fjölmenningarsamfélag þar sem að reynt er að taka tillit til allra en þess vegna er enn meiri ástæða til þess að við stöndum vörð okkar trú og siði. Í Hebreabréfinu er skrifað: Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Látið ekki ýmiss konar framandi kenningar afvegaleiða ykkur. Látið náð Guðs næra hjartað. Allt sem snertir kristna trú fær sífellt minna vægi og pláss í samfélaginu. Jesús þarf að fá að vaxa á nýjan leik. Hann þarf að fá aftur aðal hlutverkið á okkar stærstu hátíð. Og við þurfum að endurnýja okkar köllun, að upphefja nafnið hans sem er öllum öðrum nöfnum æðra. Í textanum Gleði og friðajól segir: Gleymum ekki Guði. Munum eftir að þakka honum fyrir frelsi, frið, kærleika og ást. Biðjum fyrir náunganum og þeim sem að minna mega sín og tökum á móti jólunum með Drottinn við hlið okkar.
Jóhannes skírari fékk köllun frá Guði og hann þekkti sitt hlutverk. Hans hlutverk var ekki að afla sjálfum sér fylgis, hann átti að greiða götuna fyrir annan og meiri. Jóhannes hafði engan hug á að taka hans stað, eða aftur að því að menn færu og létu fremar skýrast af lærisveinum Jesú. Því að Jesús átti að vaksa. Jesús var sá sem kom að ofan frá himni og var yfir öllum, Jóhannes var af jörðu. Og hann var sáttur og sá starf sitt fullkomnast í því að sjá fylgi sitt minnka og fylgi Jesú vaksa. Guðspjallið sagði að hann var vinur brúðgumans sem stóð hjá og hlýddi á hann og gladdist mjög við rödd hans. Því var eðlilegt að menn skyldu fylgja Jesú og fyrir okkur er eðlilegt að allir kristnir menn sameinist að lyfta honum upp, gefa honum dýrðina af öllu góðu, þakki honum fyrir kraftaverkin og stærstu gjöf sem okkur hefur verið gefin, því að af náð fyrir trú eignast við eilíft líf. Þemað í dag er jólagleðin nálgast og í lexíunni í Sálmi 100 segir: öll veröldin fagni fyrir drottni, þjónið drottni með gleði, komið fyrir augliti hans með fagnaðarsöng, játið að drottin er Guð. Lofið hann og tignið nafn hans, því að drottin er góður, miskunn hans varir að eilífu. Erum við nokkurn tíma minnt of oft á að við trúum því að Jesús sé drottin alheimsins? Textar dagsins eru áminning: gleymum ekki Guði, gleymum ekki í öllu amstrinu hvers vegna við höldum jól. Við erum líka vinir brúðgumans og gleðjumst og fögnum við heyrum boðskapinn. Það er ekkert sem bannar okkur að njóta gleði með öðrum, sækja viðburði, eiga góðar stundir, borða góðan mat, gefa hvort öðru gjafir og halda í okkar hefðir ef það innifelur að við höfum Jesú með okkur. Í pistlunum í dag segir að samfélag okkar er við föðurinn og við son hans Jesú Krist. Með honum er fögnuður okkar fullkominn. Vegna þess að með Jesú í hjartanu er gleði okkar dýpri, samúð okkar meiri og þakklæti okkar einlægara. Og þetta myndu margir telja vera hinn sanna jólaanda. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og setja náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.